Ýmsir þættir í umhverfinu hafa áhrif á byltur. Iðjuþjálfar hafa gert umhverfisúttektir á deildum Landspítalans en einnig hafa farið í heimilisathuganir ásamt sjúkraþjálfurum þar sem að umhverfi heimilisins metið með tilliti til byltna meðal annars. Rannsóknir sýna að heimilisathuganir það draga úr byltum, fækka endurinnlögnum, auka þátttöku einstaklinga í athöfnum daglegs lífs, eykur öryggi og ánægju aðstandenda og í heimilisathugunni veitt ráðgjöf til einstaklings og aðstandenda með tilliti til aðlögunar á umhverfi. Einnig hjálpartækja þörf metin og í kjölfari þá hægt að bæta umhverfi með því að panta hjálpartæki. Í heimilisathugunum farið yfir umhverfið heima hjá fólki, hvort það sé eitthvað í gangvegi, eru mottur á gólfum, snúrur, eitthvað sem að hamla og getur ýtt undir byltur. Einnig verið að skoða hvort það sé mikið að þröskuldum, hvort að fólk komist auðveldlega hvort það komist með gönguhjálpartæki ef það í notkun, hvort að fólk komist auðveldlega í úr rúmi, af og á salerni. Jafnframt baðaðstaðan skoðuð með tilliti til öryggi við böðun, hvort að fólk komist auðveldlega í og úr baði eða sturtu og hvort eitthvað megi bæta umhverfið þar. Sömuleiðis farið yfir áhættuna við það að vera að baðast með bleytu á gólfi og sápu mögulega og hvort það sé þá svona mottur undir sem að gætu minnka líkurnar á því að fólki skriki fótur. Í heimilisathugum einnig verið að kanna hversu auðveldlega fólk kemst á milli rýma, hvort það þurfi eitthvað að færa til húsgögn og annað og þá eru gefnar ráðleggingar hvað æskilegt að fjarlægja eða hafa í huga. Við höfum líka verið að gera umhverfisúttektir á Landspítalanum til að reyna að komast í veg fyrir að draga úr hættum á byltum. Þá erum við að horfa á umhverfisþætti, hvort að handföng og veggjum séu aðgengileg, hvort það sé mikið af stólum eða húsgögnum í vegi, hvort að fólk komist auðveldlega fram úr rúmi, hvort það sé nægt rými fyrir hjálpartæki við rúmin, við vaska, kanna baðaðstöðuna líka með tilliti til byltna, farið yfir hjálpartækin sem eru til staðar og það sem kannski munurinn á úttektum á deildum og heimilisathugun það á deildunum þá erum við að skoða aðgengi fyrir alla þannig að fólk geti bæði verið standandi og sitjandi í hinum ýmsu aðstæðum en á meðan heimilisathuganir erum við að skoða meir út frá einstaklingnum sjálfum og sérsníða í rauninni þá umhverfi að þeim en alltaf þá bara ráðleggingar til þeirra og aðstandenda. Afleiðingar byltna geta verið alvarlegar hvort sem bylturnar verða í heimahúsi eða á stofnun og því mikilvægt að reyna að fyrirbyggja þær eftir fremsta megni en byltur valda því að einstaklingar missa trú á eigin getu, ýta undir félagslega einangrun, ýta undir þunglindi, hægja á bataferli, lengja dvöl á sjúkrahúsi auk þess sem byltur geta leitt til þess að sjúklingur muni þurfa langtíma umönnun, ýta undir endurinnlögnum á sjúkrahús. Það því til mikils að vinna að tryggja öryggið umhverfinu hvort sem það á heimilum, út í samfélaginu eða á stofnunum.